Við erum í viku 7 hérna í Web4.net og námsefni þessari viku er Git og GitHub og síðan er byrjunin á JavaScript yfirferðinni. En við ætlum í dag að halda áfram með það sem við vorum að gera í senstu viku sem tengist verkefni 6 sem er þá í raun að rifja upp bara þetta Node.js og NPM sem við settum upp. Við erum að gera smá breytingu frá því við höfum gert senstu ár, við erum að nota svona pakkakerfi, svona bundler, packaging, ekki packaging, það er NPM. Svona bundler sem að tekur saman kóðan okkar og setja hann saman og við skoðum aðeins í senstu tíma sem heitir Parcel. Og við ætlum að nota hann sérstaklega til þess að skipta upp CSS-skráni okkar í nokkrar SCSS-skrár sem er svona SAS, sem er þá svona, SAS er supersett af CSS, sem þýðir að allt CSS er löglegt SAS en ekki allt SAS er löglegt CSS. Og ég veit ekki hversu mikið þið eru búin að skoða en allavega í námsinu fara aðeins yfir það hvernig það er og það sem er síðan búið að vera að gerast senstu ár er í raun að þörfin á því að nota eitthvað svona tól til þess að hjálpa okkur við að skrifa CSS verður alltaf minna og minna eftir því sem að CSS verður bara kröftugra og kröftugra og við erum komin til þess með mjög góða leið til þess að vera með breytur með CSS Custom Properties sem við höfum notað og núna er til dæmis komið CSS Nesting sem er bara tiltölulega vel stutt og svo eru svona aðeins einhverju hluti sem eru hægt og rólega líka að verða bara að því sem við getum gert, sem SAS getur gert. Það er til dæmis föll og svona mixins og það er í raun að koma leiðir til þess að geta gert þetta í CSS. Þannig að ég ber þann draum í hjarta að eftir svona, ekki það mörg ár, þá getum við í raun bara notað CSS eingöngu. Þá er svona kannski að helsta sem er eftir er svona þetta bundling vandamál sem er þetta að við sækjum CSS og ef við skiptum því upp og vísum það úr CSS þá fáum við svona waterfall loading sem að kannski nefnum aðeins frekar í tengslum við JavaScript. En það sem við gerðum í seinasta tíma var að skoða eins að sækja Node.js, þannig hérna er bara nodejs.org og þar get ég sótt Node.js og ég var eitthvað að tala um þetta uppi en svona kannski í tengslu við fyrirlesturinn sem að Macadora var með þá er þetta kannski ekkert frábær hönnuna þegar ég horfði bara á þetta að geta gett Node.js 22 eitthvað og svo fyrir neðan kom or geta pre-built Node.js for MacOS og það er það sem ég vil gera. Það er í raun þetta að því að þá þarf ég í raun að keyra þessar skipun sem er gefin upp og ég var bara þetta sýnir mér bara hvað ég á að gera en ég var bara algjörlega að miskilja þessa nýju download síðu hjá þeim og þetta er í raun macOS installer sem er fyrir neðan er í raun það sem á að vera og á Windows fáið bara eitthvað Windows installer þar sem við fáum svona MSI skrá sem keyrir í gegnum svona wizard sem segir bara next finish og þá eigið þið vera komið með þetta keyrandi og þá getum við keyrt það sem er sýnt node-bil-waff til þess að staðfesta að við séum komið aðgang að Node. Og ef ég fer og opna núna iTerm hjá mér og þannig að þá gerir ég node-bil-waff og þá fæ ég 22,3 sem því að ég er ekki á nákvæmlega nýjustu útgáfunni en ég er samt á á Major version 22 sem er nóg fyrir okkur. Ef að ég myndi vilja til dæmis sækja síðan aðra útgáfu þá er ég til dæmis með uppsett þetta NVFM sem er Node Version Manager og þá get ég sagt install 20 og þá segir hún, ég ætla að sækja nýjustu útgáfuna af útgáfu 20 sem er 20.19.5 og þá er ég alltaf farin að nota þá útgáfu. Þannig að núna gerir ég node-bil-waff og þá fæ ég version 20.19.5. En við skulum bara vera á útgáfu 22, þannig ég segi bara aftur NVFM use 22 og þá skiptur hún yfir í þá útgáfu. Þá getur ég sagt líka NVFM install 22 og þá install hún nýjustu og þá er ég komin á bara þá sem er alveg nýjust.
og þá var hérna, við erum að passa það þegar við setjum sér Node er heitið á þessu command line tóli sem við erum að nota og það virkar út af því að ég keyrði einhverja install funksjón einhvern tímann eða ég setti þetta upp í stýrikerfinu hjá mér þannig að þessi skipun er komin í path sem þýðir að hún er í raun aðgengileg. Þið hafið hugsanlega lent í einhverju vandræðum þegar þið voru að gera þetta fyrir Java compilerinn að til þess að geta gert Java C bara hvar sem að þá þurfum við í raun að vera búin að setja í path. En ef þið keyrið þetta í gegnum installer þá á það bara að gerast allt sjálfkrafa og þið lendi ekki inn vandræðum. Þannig að, og þá er þetta bara Node og ef ég gerir bara Node beint þá opna ég þess að Node túlkin og Node túlkurinn leyfir mig bara að keyra JavaScript kóða. Þannig ég get bara sagt 1 + 1 eru 2. If true console log 1 else console log 2 og logast. Ok, og svo breyti ég þessu og segi if false, þá fæ ég skrifast út 2. Þannig að ég get skrifa bara JavaScript forrit inn í túlkin, en við skoðum þetta í næsta tíma, þar sem við förum í raun og skoðum það hvað er að skrifa JavaScript forrit og hvernig keyrum við þau. Þau eru að keyra bæði í Vavra og með bara Node. Og Node leyfir okkur þá að smíða JavaScript forrit, til dæmis vefþjóna, sem keyra þá á vefþjón en ekki í Vavra. Þannig að JavaScript sem forritunarmál getur verið bæði keyrt í Vavra og bara á serverum, eða bara til að skrifa forrit. Við munum bara einblína á að skrifa JavaScript kóða fyrir Vavra í þessum áfanga, en í vefforritun 2 erum við að gera bæði, skrifa JavaScript kóða sem keyrir á server og í bakenda og að keyra í framenda. Þannig að núna er ég komin inn í þetta, ég get annarkvæmt gert exit, .exit, já, eða gert þarna Ctrl+C sem er að sama við erum að sjá til þess að stoppa svona langkeyrandi keyslu. Þannig að ég gerir Node, ég gerir Ctrl+C og þá kemur maður aftur press Ctrl+C again. Það sendur svona interrupt signalinu í forritið sem segir að hætta. Þannig að ef ég ef með þetta uppsett, þá get ég gert það sem ég var að gera núna. Þess að keyra Node og þá stendur welcome to Node.js og svo sama með npm /waf. Þannig að þið þurfa að hafa þetta uppsett á vélunni ykkar til þess að geta klára verkefnið. Þetta er algjör forsenda fyrir því að geta unni verkefnið. Síðan erum við með Git og það er hérna git scm.org git-scm.com. Þar er þetta sækja Git og þá fæ ég bara upp hérna download og þá getur ég sótt það fyrir macOS, Windows og Linux. Og þá er bara hérna latest source release Git 2.51.0. Skiptir einhvern þessi ARM-útgáfan eða venjulega? Það fer eftir í hvernig örgjörðu þú ert með. Já, þessu í Windows þá áttu með hana 64 eða ARM 64. Já. Annað er hérna ARM, það er öðruvísi CPU architecture. Ef að þú ert örugglega með x64. Þannig að þá keyrum við gegnum það sambarilegt og þá getur ég sagt git-bil-waf og þá fæ ég útskáfuna af Git sem ég er með. Þannig að ég er ekki með 2.50, ég er með 2.45 bara því að ég hef ekki uppfært síðan einhvern tímann í vor. Þannig að þá er ég núna með Node, npm og Git. Það er það sem ég þarf af þessum command line tólum til þess að geta klárað verkefnið öllu leyti verkefnið 6. Ef þið eru ekki með þetta núna, hvort sem þið eru að gera núna eða gera það á eftir eða morgun, þá mæli ég með að gera það núna og fá þá aðstoð í dæmatímum í vikunni eða lendi ykkur vandræðum eða bara senda mig, senda Slack eða whatever, bara að þið setjast niður til að vinna verkefni og þetta sé ekki það sem þið eigið eftir. Það er mjög frústrerandi að þurfa að setjast niður, ætla að finna verkefni og vera að berast við að setja upp eitthvað tól í heila kvöldstund. Þannig að þá er það bara komið og þá vorum við komin hérna inn í það að við vorum með þetta parcel setup, þar sem við vorum að setja upp package.json skrá og package.json er JSON sem er JavaScript Object Notation
sem er vel skilgreint gagnaskipti format sem að leyfir okkur að skilgreina svona key value þar sem að við erum með innan gæsalappa nafnið af einhverju og svo tvípunktur og einhvers konar gagn sem getur verið eitt af JavaScript gagnatögunum. Object, array, strengur, tala, boolean eða null. Við mögum að skoða JSON aðeins betur þegar við förum í JavaScript af því að eins og nafnið gefur til kynna JavaScript Object Notation þá byggir þetta á JavaScript. En það sem við þurfum í raun að vita hérna eru þessi dev dependencies þar sem að ég gerði npm install save dev parcel og það setti upp parcel fyrir mig og svo keyrði ég eða ég vísaði í SCSS skrá og þá installaði þessi parcel fyrir mig @parcel /transformer sas og parcel er þess að þannig að það er með svona plugin kerfi þannig að út af því að það sá hérna já þú ert að nota sas þá sæki ég það sem þarf til þess að þú getur nota sas það er ekki svona out of the box með allt sem þarf til að gera allt af því þá var það miklu stærra þannig að það er með einhvern svona netta kjarnavirkni og síðan eftir því sem við þurfum meiri virkni þá getum við sótt hana og þá getum við skoðað documentationið fyrir parcel og það er hérna parceljs.org og ef við förum hérna uppi í docs þá getum við séð alls konar hvað er þetta að gera og þá sjáum við hérna til dæmis languages að ég get nota JavaScript, HTML, CSS, SVG, TypeScript, MDXS, SAS og fleira. Þannig að þetta ræður við margar típur af keisluumhverfum, forritunarumhverfum, einhverju svona til þess að setja upp og keyra það fyrir okkur. En af hverju þurfum við allt þetta? Stoppa ég skyndilega og spyr ykkur spurningar. Já. En af hverju þarf ég tól sem að sér að gera þetta fyrir okkur þú veist, tól sem kann á tólinn er það ekki eitthvað flýta fyrir einfalda lífið, jú en eins og til dæmis TypeScript sem að er eins og SAS er supersett yfir CSS þá er TypeScript supersett yfir JavaScript þannig að öll JavaScript forrit eru lögleg TypeScript forrit en TypeScript bætir við típum við JavaScript sem við möttum að skoða þegar við fyrir að skoða JavaScript. En af hverju get ég ekki bara nota TypeScript? Nei? Jú, TypeScript er type sensitive eða þú veist, það kemur típur í forritunarmáli. Við möttum að skoða hvað það þýðir svona seinna meira en svo erum við eitthvað hérna sem heitir PUG Templating Language that compiles to HTML. Þetta er til dæmis verkfæri, tól sem þið getur notað. Ef ykkur finnst leiðilegt að vera að skrifa alltaf aftur og aftur hérna headerinn og footerinn á hverja síðu, getur notað PUG templatur til þess að búa það til sem bara eitthvað. Þetta er alltaf eins og svo breytist þetta bara hérna í miðjunni. En þetta notar eitthvað sem breytist yfir í HTML, TypeScript er eitthvað sem breytist yfir í JavaScript, SAS er eitthvað sem breytist yfir í CSS. Þannig að parcel, hvaða verkefni er það að leysa svona stórt yfir? Já, sameinaði allt og þetta bundling er að gerast út af því að á endanum keyri vefurinn bara HTML, CSS og JavaScript. Þannig að öll þessi framework og library og tæki og tól eru voða fín en þau þurfa á endanum alltaf að verða HTML, CSS og JavaScript. Og þú ert að nota React eða nota bara hvað sem þetta er. Þetta þarf alltaf endanum að verða HTML, CSS og JavaScript. Þannig að með því að læra HTML, CSS og JavaScript þá eru þau búin að læra þennan grunn sem allt hitt byggir á hana. Já, það er eitthvað sem við stillum, hvort þetta sé ein CSS-skrá eða ekki. Í langflestu tilfellum verður þetta að einni minnifæðari CSS-skrá. Og það er einmitt sem við sáum aðeins í seinasta tíma, að ég var búinn að splitta þessu upp, svo keyrði ég build-skrefið sem tók þá margar SAS-skrár og setti þær yfir í eina CSS-skrá
sem var bara ekki neitt white space og bara löng og svo með einhverju svona source map í lokin. Það getur ekki komið einhver errors eða mistök í því eða út að nota hana segjum við í því verkefni sem við vorum með að við værum að referensa í mismunandi CSS-skjal fyrir sama div-tegundina en nota að líta mismunandi út eins og heimasíðunni er bakgrunnur rauður en í öðru CSS-skjali lætur hann vera blá og hún tengir mismunandi CSS-skjal við en ef þú myndir nota Já. að mersa saman myndi ekki einhver meginn fókast upp á? Já, segjum að ég væri með section hérna á umsíðunni minni sem væri með background color pink og svo væri ég í einhverju öðru sem að væri, þetta væri about síðu CSS og þetta væri verkefna síðu CSS og ég væri með section hérna sem væri með background color blue og svo blanda þessu saman. Já, ég bara fór að hvernig myndi hann ná að redda því því þetta fyrir að það er eitt CSS-skjal og myndi referensa í báða síðuna það myndi bara Já, og þá er það, hvað gerist þá? Þá er það ekki tólið, því að tólið er alveg sama. Tólið er bara til þess að leyfa þér að gera þetta en CSS leyfir þetta og hvað gerist þá? Nú förum við aðeins aftur í fyrsta eða annan fyrirlesturinn CSS og með specificity að ef ég er með bara bókstaflega með þetta hérna, ég er með section background color pink og svo er ég með annað section background color blue hvort verður bakgrunnsliturinn á sectioninu? Það er neðsta, já, hann verður blár út af því að CSS segir bara seinasta skilgreiningin er svo sem ræður ef það er sama specificity á hlutunum. Þannig út af því að það er nákvæmlega sama specificity á section element selectunum sem er 001 þá er bara sá seinasti sem ræður. Þannig að ef ég er að nota eitthvað tól sem leyfir mér að blanda saman mörgum CSS-skrám eða SCSS-skrám þá er það bara hvað skilgrein ég, hvað er seinast sem að kemur í röðinni. Þannig að maður ekki að passa sig á þessu að maður að blanda einhverju saman sem maður veit ekki svona hvað er endla inn í. Jú, og þarna ertu komin að einnig svona fundamental ástæði fyrir því að fólk á erfitt með CSS út af því að það er ekkert scope í CSS. Það er global scope, það er allt sett saman í eitt. Þetta er bara allt í einni hrúgu. Og þá er þetta búið til og það er hérna námsefni sem var aðeins tæft á þessu í seinustu viku, CSS í stærri verkefnum sem talar í raun að fólk í gegnum árin hefur búið til marga leiðir til þess að vinna sig út frá framhjá þessu verkefni. Þar hefur við fengið það sem að ég hef notað mjög mikið og dett alltaf í sem er BEM, sem er Block Element Modifier. Það sem í staðinn fyrir að skrifa section, þá myndi ég skrifa punktur projects og svo myndi ég segja punktur projects underscore title af því þá er ég eða projects title af því þá er ég að skópa, ég er að búa til namespace hér og underscore eins ljótt og lítur út í fyrstu er leið til þess að segja hei, þetta er þá title undir projects. Er þetta ekki bara klasar? Jú, þetta eru líka bara klasar og það var út af því að þegar fólk byrjaði að gera þetta þá var ekki hægt að nota nesting, þá var ekki til SAS. Þannig að þá er hægt að gera þetta núna, var hægt að gera þetta projects og nota nesting og segja projects title og svo myndi það þá vera túlkað sem projects title og þá fæ ég í raun scoping bara með því að vera að nota klasa og þá er ég í raun búin að búa til annað specificity, hærra specificity út af því að þetta er þarna. En þá þarf ég samt sem alltaf að passa mig á því að nota bara projects einu sinni. Svo er önnur verkfæri sem er svo til með CSS modules og CSS modules það ætti að vera hérna stutt hérna með CSS modules að þá er hérna, ég get sett inn parcel transformer CSS og látið að nota CSS modules og þá sér það hérna projects og segir já, þú ert að vísa í projects, já, flott. Ég ætla að taka það og ég ætla að replace alls það sem er projects underscore eitthvað random hash. Þannig að ef þú óvart gleymdir því að þú notaði projects í þessu og notaði projects þarna líka, að þá farið ekki projects, þá farið projects underscore eitthvað unique.
og project underscore eitthvað annað uník á hinum staðnum. Og hann mun breyta HTML-kóðanum líka þetta. Já, og breytir líka HTML-kóðanum. Það er þetta frábært, það er lausnin sem ég var að hugsa. Maður sér þetta alltaf. Ef maður Já. fyrir Netflix eða eitthvað í kóðan, þá er alltaf eitthvað svona Akkurát. eftir á. Já, CSS Modules er svona mjög nett lausn á þessu verkefni. En hún er samt ekkert fullkomin, af því að hún er svolítið bara eitthvað svona, já, þú ert samt að endurskrifa alla CSS-klasana. Og er það eitthvað sniðugt, þú veist, ætti ekki CSS bara að ráða við þetta? Og þá verður þetta svolítið svona filosófískar umræður og svona bara debatt það hvað, þú veist, passaði bara að skrifa CSS-ið þetta vel. En út frá þessu höfum við líka fengið annað eins og alltaf Tailwind. Og Tailwind er eitthvað sem að mér persónulega líkar ekkert sérstaklega vel við, út af því að Tailwind tekur í raun þetta verkefni og segir, já, ok, í staðan fyrir að skrifa CSS bara með því að skrifa CSS, þá erum við bara búin að spúa til klasa fyrir allt CSS. Og svo velur þú bara rétta klasa. Þannig að við förum að skoðum hérna Tailwind aðeins. Og þá er eitthvað hérna og þá horfum við á hérna Tailwind skrifa fyrir okkur hérna. Og þá í staðan fyrir að segja að þetta div hér eigi að vera með einhvern klasa sem heitir bara card, þá segjum við bara div class flex, bil, flex_core, bil, items_center, bil, p_7, bil, rounded_2x1. Þú veist, og þá er maður bara eitthvað, og hvað þýðir þetta? md, flex row. Og þetta er allt í raun bara vísun yfir í ákveðna CSS-skipanir. En með því að læra Tailwind, þá erum við bara búin að læra Tailwind svona dialektin af CSS. Og fólk segir, já, en það er miklu auðveldra. En þú veist, það er bara miklu auðveldra út af því að Tailwind, vill svo til, er bara með frábæra hérna documentation. Þannig að ég segi eitthvað flex, þá fæ ég bara eitthvað hérna documentation það að gera svona flex og það er bara eitthvað, gerðu svona og þá kemur bara strax dæmi með það sem ég get bara copy-pastað og þá lítur þetta bara mjög vel út. Út af því að, þú veist, þetta er hugsað til að flýta fyrir. En þú veist, svo dettur maður einhvern svona hérna syntax. Div class flex bandstrik hotklofi opnast 3_1_auto hotklofi lokast. Og hvað þýðir þetta? Ég veit það ekki, en til þess að vita það þá þarf ég að læra á Tailwind. Og ef ég segi að CSS er á flókið og ég læri þetta og svo hættir Tailwind að vera vinsælt á í dag, þá eru þið búin að eyða miklum tími í það að læra eitthvað sem er í raun ekki grunntæknin, heldur byggð ofan á grunntækninni. Það er ekkert að því að nota Tailwind eða vinna með það, en ef við vitum ekkert hvernig CSS virkar, við vitum ekkert hvernig specificity virkar eða ekkert hvernig flexbox virkar, við vitum bara hvernig Tailwind raðar þessu upp fyrir okkur, þá erum við að gera sjálfum okkur óleik. Þegar við erum bara að læra í raun eitthvað tól, við erum ekki að læra grunntæknina. Það segir hann bara öll tól, hann er ekki öll dóttið og vinsælt. Jú, React og hvað sem það er. mjög rétt. React er á sama stað. Það er búið að vera, ég held að React sé búið að píka í vinsældum og er núna á svona downward slope í að verða ekki jafn vinsælt og það er í dag. Það vill bara svo til að það eru svo ótrúlega mörg verkefni sem eru skrifuð og keyra í React og það er eitthvað sem að tekur tíma, en þú veist, React er að verða legacy kerfi. En HTML, CSS og JavaScript eru vissulega líka tól ef við skilgreinum það mjög svona bara kalt, en það eru svona tól sem eru fundamental í vefnum og hreyfast hægast. Þannig að, þú veist, það er hægt að segja þetta náttúrulega um allt. Já, tölvur, einhvern tíma mun tölvur ekkert virka, þú veist. Þannig að það er hægt að taka þetta svona í eitthvað ekstrem, þú veist, þetta dæmi, en að vita hvernig HTML, CSS og JavaScript virkar, svo ég segi þetta aftur þess að þrend hérna í 100. skipti í dag, þú veist, það er solid að vita hvernig það virkar. Af því ef þið viti hvernig það virkar, þá viti ég hvernig allt hitt virkar. Og þá er líka, já, hvað, við lærum ekki assembly, bara eitthvað, já, þetta er samt ekki alveg eins. Ég lærði assembly þegar ég var hér í námi. Ok, nóg um það. Þannig að það sem að Parcel gerir, og við höfum önnur svona tæki og tól, við ætlum að nota annað sem heitir Vít líka, setna í verkefnum í JavaScript, er í raun að vera svona koordinata fyrir okkur öll þessi tól sem við erum að gera og búa bara til nice flæði fyrir okkur til þess að geta sagt bara eitthvað, ok,
cool, ég hérna búinn að setja þetta upp eða einhver setti þetta upp fyrir mig, ég keyri npm run start og þá keyri bara Parcel og Parcel keyrir upp server fyrir mig og Parcel bara leyfir mér að gera það sem ég vil gera og bara geggja næs. Og það í raun æfingin ykkar núna, að byrja að nota svona tól til þess að halda utan verkefni. Og svo í hópverkefninu, þá mjög, þá þurfið að setja upp eitthvað svona grunn, en þá getið þið sett upp líka Parcel og svo getið þið sett upp stylinn til þess að passa upp á að þið séu öll að skrifa mjög svona keimlíkt CSS og svo getið þið sett upp Prettier til þess að formata allar kóðan eitthvað til þess að hann líti sérstaklega vel út. Þannig að þegar þið komið sér í eitthvað að fara að reviewa kóða hjá einhver sem með ykkur í hóp, að þá þið ekki bara eitthvað svona, já, byrju, ég sé að þú ert þetta með 3 bil, var ekki eðlilega að vera með 2 bil. Og þannig enginn að vera að tala það. Það bara eitthvað sem tólin að hjálpa okkur með, heldur það meira bara, ég að byggja rétt að hlutin rétt. Ok, þannig að við vorum svo búin að skoða hérna hvernig þetta og vorum aðeins búin að nota þetta use og eitthvað hérna. Þannig að ef við höldum aðeins áfram núna, þá ætlum ég að bjóða okkur, vil ég halda áfram að skoða SAS, vil ég skoða stylint partinn sem í verkefninu, eða vil ég skoða Git og GitHub partinn. Choose your own adventure. Ok? Þau verið þetta Parcel-dæmi. Já. Er það nefnt í bókinni? Nei, það nú bókin svona að klárast að því leyti að hún fjallar bara HTML og CSS. Þetta aðeins þarna og það að tala browser sync. Já, ég las það sko. Já. Ég las það browser sync. Já, ég að reyna núna að uppfæra það og ég vil fara að uppfæra það síðan þennan, þannig ég að prófa þetta núna. Þetta einfaldar en browser sync. Að þegar með browser sync þá þurfum að setja upp fleiri verkfæri og browser sync í eðli sínu ekki verkfæri sem að henta sérstaklega vel fyrir þetta en það gefur okkur þetta hot reload sem að mjög þægilegt. Já, en hvar á ég að lesa lesa allar Parcel-skipanirnar og svona eitthvað? Það vísað í hérna get started á parceljs.org og þar það sem að þarf að gera til þess að komast í verkefninu, í verkefnilýsingunni. Já, bara á GitHub. Já. Þannig að það fer bara inn á hérna Getting Started og þar fórum við í gegnum í seinasta tíma Building a Web App with Parcel sem bara skref fyrir skref, svona quick start og svo skref fyrir skref til þess að setja þetta upp. Einu spurningu hérna, þú sagðir að hingað frá bara út að Gitla skilallu en okkur það var með allt inn að öllum verkefni 6, 7, 8, 9, 10 það allt inn að væntanlegt. Inn á Canvas. Já. Þið skilið verkefninu alltaf inn á Canvas af því að Canvas í raun staðurinn þar sem þið fáið einhvern. Þið skilið kóðanum af verkefninu inn á GitHub. Þannig að þið setjið bara linkin á GitHub inn í Canvas. Þannig eins og þið setjið linkin á síðan Netlify inn í Canvas, þá setjið þið bara linkin á GitHub og linkin á Netlify inn í Canvas. Nei, það núna búið. Það setjum bara í kommenti eða eitthvað. Já, þannig eins og þið setjið komment þar sem þið að setja Netlify, þá núna þurfum við ekki lengur að setja uploada zip-skrá, heldur vísið bara í GitHub. Líka nota Netlify, bæði. Já, þannig að Netlify og GitHub. Já, þannig að ég ætla núna að sýna ykkur bara nákvæmlega þetta sem þið þurfum að gera. Svona spurningu. Spurning. Ég var að setja upp Node og NPM. Já. Fór bara automatist upp í 24. 24? Bíddu. Þú getur verið að fara hérna og farið í hérna í current. Já, ég fór senda í hérna. Já. Nýjastu current. Það breytir ekki miklu. Þess að málið með Node, og þetta náttúrulega eins og öll mannanna verk, bara svona stípt í pólitík, öll saga þessa verkefnis. Og þetta var sem sagt þannig að alveg frá byrjun þá var sem sagt jafntölu útgáfur eru stöðugar útgáfur, 8-tölu útgáfur eru unstable og það sem verið að koma með virknina sem kemur síðan út í næsta. En nú þetta orðið svona þroskaðra verkefni, þannig að þau segja í raun current í raun það sem bara, það bara verið að stabilisera það sem var að stabilisera í 23 útgáfunni, en það gæti eitthvað gerst, eitthvað breyst. En long term support, LTS útgáfunar, svona þannig að þær eru bara festar í stein og þær fá bara öryggis uppfærslur í framtíðinni. Þannig að þetta svona upp á það að því að það bara rosalega mikið af stórum fyrirtækjum að keyra þetta og stór fyrirtæki vilja ekkert meira en bara öruggt rekstrarumhverfi. Það sem eitthvað svona, já, það ekki kúrekar á baku þetta er bara mjög vel skilgreindir prósessar.
En í okkar tilfelli skiptir ekki öllu máli. Það er ekki bara rollback. Nei. Ok, þannig að við erum hérna með eitthvað verkefni sem ég er búinn að setja hérna inn á vef 1.20.25 VAF6 unnið í tíma. Ok? Og ég ætla að fara inn á þá GitHub slóð VAF6 unnið í tíma og þá er ég með hérna og nú ætlum ég bara að láta að ég er að fara að vinna þetta verkefni sem nemandi. Þannig að þá ætlum ég ekki að fara núna hérna í code og download zip, en þegar við erum hætt því, þá ætlum ég að fara hérna og það sem að þið munu sjá er HTTPS hér, nema þið setja upp SSH-lykil sem að þið geti gert. Þannig að þið gerir þetta hérna, copy url to clipboard og þá getur þið bara git klóna þetta. Ef að þið eru búin að búa til hérna GitHub account, þá getur þið líka farið hérna og forkað þetta. Þá getur þið sett create a new fork og þá getur þið sett það sem ég þá er þetta í raun bara nákvæmlega sama og ég er að gera, nema fork er eitthvað sem að GitHub skilgreinir. Git klón er bara Git skipun. Sem er svona, þannig að ég ætla að sýna ykkur það því ég er að kenna ykkur á Git í grunninn með GitHub til hliðar, ekki GitHub með Git til hliðar. Ok, þannig ég fyrir hérna HTTPS, copy, svo fyrir ég terminal og ég fer bara og vel mér einhverja möppu, ég ætla að gera þetta bara á desktopnum hjá mér. Þið myndu fara inn í Háskóli Íslands, misseri 1, vefforritun, verkefni, þú veist, þar myndu þið gera þetta. Þið eru að fara að klóna, þið eru að fara að búa til möppuna sem verkefni ykkar á að eiga heima. Þannig ég ætla að segja bara hérna make dir, þannig ég bara búa til directory, vefforritun, eða bara vef 1.20.25, ég ætla að fara inn í hana og ég ætla að segja git clone og ég á með git uppsett, þannig nú er ég að segja git og svo clone aðgerðin, þetta er svo npm og install, þetta er svona aðgerð inn í tólið og svo pasta ég slóðinu sem ég er með. Ok, og þá segir hún cloning into vef 1.20.25 VAF6 unnið í tíma og ef ég gerir núna ls þá sé ég að það er komin mappa hér og ef ég opna núna í Finder, eða þið myndi opna í hérna Explorer, að þá er komin mappa sem inniheldur allt sem var á GitHub. Þannig að núna er ég bara með þessu, ég er búið að gera það sama og ég hafði downloadað zipinu, ég hafði farið og ég hafði hérna download folderinn, tvíklukkað download folderinn, fengið möppu og eitthvað svona. Nema, þannig er komin núna með tengingu á milli GitHub og þessari möppu í tölunum minni. Þannig að núna er ég hérna, núna er ég að látast vera nemandi og svo er ég núna að látast vera kennari þegar það er það sem ég alltaf að gera þegar ég er hérna, ég er bara it's all for show að þið hafi treyst mér fyrir þessu. Nei. Og ég ger eitthvað hérna, ok, og ég gerir git status hjá mér sem við ætlum að skoða betra eftir og ég segi ok, ég er búinn að breyta styles.scss síðan seinast og nú er ég búinn að gera eitthvað meira og ég ætla að segja git add punktur sem segir bara git add bara á allt, ég ætla að segja aftur git status, þá er búið að stagea skrána, þannig að hún er tilbúin til að fara inn í næsta commit hjá mér. Ég ætla að segja git commit _m laga eitthvað. Þetta er bara skilaboðin sem koma. Nú er ég búinn að committa þessum breytingum, þannig ef ég gerir git status, ég ætla að fara nánar yfir þetta þegar ég er búinn að taka síðan smá pásu, ég ætla bara að klára allt ferlið í gegn. Og þá segir hérna on branch main, your branch is ahead of origin main by 1 commit. Use git push to publish your local commits. Þannig að nú er ég búinn að geyma þessa breytingu mína locally og ég get farið að gera eitthvað aðra breytingu og ég get sagt laga eitthvað annað, bæta við x, bæta við y, ég get sett upp í svona litlar einingar þar sem ég er búinn að vera að vinna. Þannig að ég get notað þetta, ég er að búa til færslur það hvar ég er á ákveðnum tímapunkti. Jú, akkurat. Þannig nú ætla ég að gera git push og þá fer færslan frá mér núna yfir á GitHub hérna og núna ef ég reloada hér að þá er komið hérna fyrir styles.scss laga eitthvað 1 minute ago. Ef ég fer hér upp í to commits takkan sem er hérna efst og ég ít á hann að þá sé ég commit historyið og það er í raun 2 færslur í því.
það er fyrsta fæslan var það sem að ég setti inn eftir tíman í seinustu viku, sem er VAF6 unnið tíma 22. september. Svo er næsta commit, er laga eitthvað sem ég committaði fyrir 1 mínútu. Núna ætla ég aftur að skipta yfir í nemendahaminn og þá er ég hérna núna nemandi sem var búinn að klóna þetta einhvern tímapunkt og segi ég nenni ekki að endurgera allt sem Óli var að gera í tíma. Ég vil bara fá það. Það var nú gott ef ég geti bara keyrt eina skipun til þess að gera það. Og þá get ég gert git pull. Þá get ég ekki gert það hér út af því ég er ekki komin inn í git möppuna. Þannig að þá getum við séð það. Ef ég gerir git status einhvers staðar þar sem er ekki git mappa, þá segir hún þetta sama. Fatal, not a git repository or any of the parent directories. Ok, ef ég fer inn í þessa möppu sem ég git klónaði, vef1 2025 VAF6 unnið í tíma, þá sjáum við núna út af því ég er með stilt þannig í terminalinu mínu að ég sé þá að ég er tengdur hérna við GitHub repo, ég er á branchinu main. Ef ég keyri núna git status, þá fæ ég on branch main, your branch is up to date with origin main. Nothing to commit, working tree clean. Ef ég gerir git pull, þá fæ ég núna breytinguna sem að ég var að committa sem kennari. Þannig núna fæ ég hérna remote enumerating object, eitthvað, og svo segir hún hérna styles SCSS breytt, 11 línur breytt, allt einhverja viðbætur. Þannig nú get ég sagt open hérna. En segjum að þú varst búinn að skrifa nýjan HTML-kóð sem þú vilt halda en einhver uppfæri CSS-skjárna og þú vilt bara pulla það, þú vilt ekki að pulla og breyta öllu. Er hann bara að ná í það sem er breytt? Allt sem er breytt. Eða er hann þá líka að eyða út öllu HTML sem þú varst búinn að skrifa? Já, það nefnilega er það sem þú getur lent í sem eru þessi að það er reynt að keyra merge, en ég ætla að tala um það eftir. Þannig að það er, og þá getur lent í merge conflict, sem er þú ert búinn að gera eitt og ég er búinn að gera annað. Hvernig á að resolva það? Þannig að núna er ég hérna nemenda hamnum og þá náttúrulega bara opna ég hér nýjan editor og þá náttúrulega sé ég bara nákvæmlega sama, en þetta er samt í annari möppu á tölvu minni. Þannig að nú er ég búinn að gera þetta og ég er ennþá hérna nemandi. Ég ætla nú ekki að loka þessu. Ég ætla að fara tilbaka og ég ætla að segja, ég ætla að kalla þetta bara vef1 2025 VAF6 OSK. Þannig ég var bara að renama og þannig núna sjáum við alltaf munin á þessu. Nei, ég ætla að vera hérna, ég ætla að opna þetta. Heyrðu, hvert fór? Hvaða stælar eru þetta? Lokaði ég bara öllu? Já, hún bara tók yfir, ok. Cool. Þá ætla ég að gera svona. Og fara hérna og opna þetta. Og nú er ég sem nemandi ætla ég að fara að vinna áfram í verkefninu út frá þessu sem ég er búinn að committa. Þá eins og ég nefndi þessi senstu tíma, þá varst mér mjög gott að nota núna bara svona integrated terminalið í Visual Studio Code. Þá fer ég bara upp í terminal og segir new terminal og þá fæ ég þess að terminalið mitt bara hérna og getur að horfa á þetta sem að vera að hoppa á milli glugga. Og þá get ég gert hérna npm run start og þá segir hún parcel command not found. Hvað veldur því? Nei, ég er ekki búinn að builda. Ef ég myndi gera npm run build, kemur sama. Parcel command not found. Kommandið er eitthvað vitlaust. Lítur að vera. En nú, það sem ég sagði við ykkur, þið þurfum eingöngu að vera með node, npm og git uppsett. En nú er þess að það vanti eitthvað þarna parcel. Hvaðan kemur það? Bara npm install parcel eða eitthvað. Já, nema, nú er búið að skilgrina í package hérna að það þarf hérna parcel transform með SAS og parcel þetta í þessum útgáfum hér. Þú ert búinn að skilgreina eitthvað og hvað þú ert ekki búinn að installa. Akkurat. Af því nú þarf ég að keyra npm install á nokkurs og það segir npm, herru, ef að þú ert inn í möppu
sem er með package.json, þá er þetta npm project og þá ertu að skoða dev dependencies og dependencies og installa þeim öllum. Þannig ég keyri npm install skipunina, hún er til að þegar ég sagði npm er eitt af því sem þið þurfið að hafa og þá bætir hún við þessum pökkum og þá bætist við þessi mappa hérna node modules sem er með gommu af einhverjum JavaScript kóða inn í en okkur er alveg saman það og það getur ekkert slæmt gerst með þetta og þá get ég núna sagt npm run start og þá keyri Parcel út af því að þegar ég keyri npm run þá er ég að láta npm keyra fyrir mig þennan kóða sem ég sótti og setti upp í projektinu. Þannig að npm verður svona aftur einhver svona orchestrator fyrir það að keyra skipanir sem er búið að setja upp. Seilast í veskið mitt? Já, þetta er sem sagt hérna aftur. npm og allt þetta ecosystem er að mestu leyti keyrt áfram á open source vinnu. Open source vinna er oftast illa ef eða ekki greidd. Svo er eitthvað fólk sem elskar bara að forrita og vill bara fá að forrita og það var að fara að setja þannig að þegar þú installaði pökkum þá kom svona eitthvað, hæ, takk fyrir að nota pakkan minn, gætirðu nokkuð hent nokkrum dollarum í mig og það var bara eitthvað, lausnum þessu er ekki að redda peningum fyrir fólk sem er að vinna þessa vinnu og gefa þeim bara mannsamandi laun. Nei, það var að búa til npm fund sem felur þetta á bakvið þetta þannig að þá þarf ég að opta inn í að sjá fólki biðja pening. Og það er svona klassísk, hafið heyrt XKCD, internet humor. Það er svona mynd, svona Jenga block-ish mynd, það sem er hérna risastórt project og það er svona your project og svo svona einn lítill biti sem heldur þessu öllu uppi. Som open source developer sem býr í einhvers staðar sem þú veist ekki hvar er og það heldur þessu öllu uppi. Og þetta hefur gerst oftar en einu svona 2, 3, 4, 5, 6, 7 svona að einhver hættir bara, gerir eitthvað, er með eitthvað, já og það brotnar bara fullt af hlutum hjá risastórum fyrirtækjum. Það er ekki bara vandamál þegar maður margir sem eru að kommitta í eitthvað risaverkefni svona open source? Nei, af því að það var þannig að þú ert með risaverkefni sem er open source sem að notar önnur minni verkefni sem er open source sem er bara, maintainerin er bara einhver einn aðili sem er bara að gera þetta í frítíma sínum. Þetta bara gerist seinast í seinustu viku, þá var einn svona aðili sem er með fullt af pökkum, hann var sett fissaður, einhver komst inn í npm accountin hans og setti upp orm, vírus sem er svona ormur, sem er svona self-propagating, sem að nefndi nafnið á hérna orminu með June, hérna, þú veist, eitthvað halat, eitthvað, og sem var það þannig að allir sem að installuðu þessum pakka, ef að viðkomandi sem installaði pakkanum var loggaður inn í npm og var með sett upp á ákveðnu hátt, þannig að ormurinn gæti séð það, þá committa orminum í alla pakkana sem viðkomandi hafði aðgangað og þannig propagateaði þetta alltaf áfram og þetta var síðan að senda heim, þetta var svona exfiltration árás, en hún var að senda öll svona viðkvæm gögn sem hún fann á tölvunni og sér í lagi að leita Bitcoin wallet, private Bitcoin walletum og eitthvað, þú veist, ég veit ekki, einhverju lyklum, ég kann þetta ekki, þú veist, og senda það á árásaraðilann. Þetta var bara að reyna að taka breiddina, ráðast á ógeðslega mörg npm project, af því að forritarar eru oft að eiga Bitcoin, þannig að ráðast á forritarana og vonast til að ná þessu og það var bara þannig að ef þú installaðir dóti, keyrir npm install á vélniðinni í einhverjum 90 mínútna glugga fyrir 2 vikum, þá ertu að láta eins og vélniðið sem compromised, ef að einn af pökkunum sem voru compromised voru þarna. Já, að þetta er bara að segja að þetta er bara, nú er fólk bara horfast í augu við það allt þetta kerfi er byggt á lygum. Það er hættulegt, allt getur verið hættulegt Já. þannig að maður ekki að lífa með Já. En þú veist, fólk er núna bara að horfast í augu við það að þetta hérna, fundamentally það að ég hef keyrt þessa skipun hérna og ég er bara með eitthvað hérna, eitthvað lib og ég er bara með eitthvað kóða hér, eitthvað JavaScript kóða og hann bara keyrir sem root á vélinni minni ef ég loggar inn sem root og hefur skrifagang og lesagang á allt sem ég er að keyra var ekkert rosalega góð hugmynd. En fólk var bara svona, já, en það er ekkert betra til. Já, þetta er alltaf. Það er bara spurningin af hverju hefur að root aðgang að öllu. Þú veist, ef þú keyrir þetta þannig, ef þú ert mjög paranoid og keyrir þetta, en þú veist, þú verður að keyra þetta á svona elevated access, þú veist,
ég get ekki með að skrifa á diskinn af því þá get ég ekki búið til hann kóða. Já, nei, ég skil ekki að vinnur ekki einhvern veginn inn í svona sandboxa sem maður getur bara að skrifa á ákveðnum stað Já, og getur bara að ná ákveðnum upplýsingum á ákveðnum hlut. Já, það er búið að reyna að búa til í raun auka svona önnur keyslungari. Það er eitt sem heitir til dæmis Deno sem er búið til af hérna Ryan Dahl sem að bjóð til Node upprunalega sem að gera nákvæmlega þetta. Það er á að vera secure by default og þú verður að gefa aðgang að hlutum. En það er líka ógeðslega boring þegar að gefa aðgang. Þá getur ekki bara verið eitthvað búm, keyra áfram og forrita. Þá þarf ég alltaf að vera að segja þarf ég að vetta þennan kóða sem ég ætla að nota, ég ætla bara að nota hann. Allavega mjög tangent í dagur í dag. Bara lausnin alveg sér tölvu fyrir forrituna sjálfa, ekki hafa neitt persónulega inn á þeim. Án gríns, eins og þú veist, bara vera, ef þið er að vinna, þú veist, vera bara með vinnutölu sem vinnutölu og persónulega tölu sem persónulega tölu. Og þá getur maður mitt að geta eitthvað. Allavega, ég ætla að reyna að klára hérna áður en við myndum taka smá pásu, þannig ég ætla bara að klára það. En nú er ég ennþá sem nemandi, ég er búinn að klóna og ég er búinn hérna að gera einhverja breytingu sem ég ætla að segja bara eitthvað, breyta þessu yfir í verkefni 6 og hérna bara eitthvað, halló verkefni 6 og ég ætla að gera eitthvað git add punktur git commit message laga index html ok og svo ef ég væri þið núna og myndi gera git push þá myndi þið fá þú ert ekki með push réttindi í þetta repo sem er þá verandi undir vefforritunar organisationið en út af því að ég er búinn að setja upp SSH-lykil og ég er bara á sama GitHub notandarum þá myndi ég mega það því að ég á vefforritunar organisationið og ég má gera það sem ég vill þar þannig að þá get ég gert það. Það sem að þið þurfa að gera er að búa til ykkar eigin stað fyrir þetta. Þannig að þið þurfa að fara undir ykkar GitHub profile og þið þurfa að fara undir repositories og þið þurfa að gera new þar og þá fáið þið upp möguleika að búa til git repo. Þá ætla ég að segja vef1.2025 vaf6 og þá er það til hér af því það er að vera til undir OSK notanum á GitHub, ekki vefforritun organizationin á GitHub og svo ætla ég að segja hérna private, ætla ég að segja create repository ok, og þá fæ ég upp svona mynd og það sem að er hérna Ég var öllum að koma mitt inn á það Nei þið getið búið til pull requestu en við möttum að skoða það síðan þannig að ég ætla að segja hérna HTTPS og ég ætla að gera þetta hér og ég ætla að gera copy og ég ætla að segja hérna er git remote add origin en þá þurfum við að skilgreina hvað er remote þess að nú er það þannig að ég er hérna á lokalega tölunni minni og ég er með eitt afrit af git repoinu. Á GitHub er síðan annað afrit af git repoinu og þess vegna gæti ég sótt þetta, það er linkur hérna á milli. Remote er sem sagt allt sem að er vísað í sem að hefur svona afrit af repoinu. Þannig að local repo eitthvað sem er ekki local repo er kallað remote. Ég get gert hérna git remote og þá sé ég er með eitt remote sem heitir origin og það er bara nafn sem er gefið því repoi sem ég sótti kóðan frá. Nú þarf ég að breyta því að því ég gerir git remote _vaf sem þýðir verbose að þá sé ég origin vísar á github.com /webforritun /web unni í tíma. Ég ætla að fjarlægja þetta. Ég ætla að gera git remote remove origin. Okay? Þá ger ég git remote aftur, tómilistinn, kemur ekki neitt. Svo ætla ég að gera git remote add origin og þá er það þessi skipun sem ég sé hér. Git remote add origin og vísurinn á mitt repo. Ég get pestað það bara í heilsinni. Og þá getur ég geta aftur git remote /waf þá sé ég origin er núna að fara að vísa á github.com /osk /wf1 2025 vaf6
þá get ég gert git push, en þá segir hún, byrju nú við, þú ert með eitthvað upstream sem ég veit ekki hvað er. Upstream er þá annað koncept í þessu, að ég er núna einhvers staðar á ánni sem er git að flæða og ofar á ánni er remoteið sem ég er að fara að pússa í. Þannig að þess vegna er þetta svona upstream sem er það sem ég er að sækja frá og svo er ég downstream frá þessu. Af því að svo getum við verið með fleiri keðjur. Þannig að þó svo þetta séu bara 2 punktar og eitt þarna á milli, að þá er þetta samt alltaf notað þessi koncept. Þannig að ég ætla bara að gera það sem stendur hérna. Git push set upstream origin main. Ok? Og þá segir núna extension GitHub wants to sign in using GitHub og þá þarf ég að velja hérna OSK og þá notaði hún þetta. Þannig að þegar þið gerir þetta, þá fáið þið og þið þurfa að auðkynna ykkur á móti GitHub. En við erum þá komið með hérna og ég er reloada núna á minni privat OSK og þá fæ ég núna mitt remote sem ég sem nemandi og þá er ég komið með hérna WAF6 unni í tíma 22. september, svo laga eitthvað sem ég committaði sem kennari fyrir 17 mínútum og svo er núna með laga index.html sem ég sem nemandi gerði fyrir 4 mínútum. Þannig er ég að nýta það sem var allt komið og ég er núna farin að committa í sama repoið en búin að skilja það frá webforritunar repoinu og búa til mitt eigið repo. Nú skulum við taka okkur svona, tæpar 10 mínútur, byrja aftur svona 35. Við skulum íhuga þetta, upstream, downstreams, remotes, origins.